Jæja Ali, þið loksins fengu að spila heimaleik eftir að þurfti að fara í Vogana í síðustu umferð. Áttu sterkan fyrri hálfleik að mínu mati. Ekkert eins góðan seinni hálfleik. Hver er svona þín upplifun Já, af leiknum? sammála henni, við vorum bara mjög sterkir í fyrir hálfleik, spilum mjög vel og í seinni hálfleik kannski fyrir að verja fórskotið aðeins en eitthvað síður, þeir skapa sér nánast ekki neitt og okkur leið vel og fá fín færi í skyndisóknum og svo fá okkur súrt mark eftir hornspyrnu og svo í rauninni eina skipti sem þeir opna okkur ráði og 2-1 markið kemur úr því. Eftir það fáum við sénsa og ég er mjög ósáttur með tap, við áttum skilið minnsta kosti stig í dag, ekki spurning. Einmitt. Og nú er ekkert leyndarmála, Vardarleikurinn hefur verið svolítið hausverkur í sumar. Ertu svona sáttari með frammistöðun í dag í vörninni en undanfarna leiki? Kannski við tökum frá Selfoss-leikinn? Ég er bara, yfirleitt varn og frammistaðan hefur yfirleitt verið bara ágætt, en við bara gefum mörk. Það var svolítið sem gerist í dag, við bara verjumst vel, við gerum það á Selfossi líka, bara vörðumst mjög vel. En það koma svona andartags einbeitingar brestir og sem að slátra okkur leik eftir leik. Ég er orðinn náttúrulega löngu orðinn mjög þreyttur á því að allt í góðu ef að hitliði sundur spilar okkur miklu betri við og skora mörk en þegar þetta snýst bara það að dekka menn í hornspyrnu og eitthvað slíkt sem hefur ekki verið vandamál hjá okkur í sumar og allt í einu núna kemur það á versta tíma Þannig að það eru bara alls konar hlutir sem ég er óánægður með en heilt yfir er varnarleikurinn búinn að vera undanförnum leikinn búinn að vera bara fínt Ok. Og hvernig fannst þér nýji holdingurinn Darren kom inn í liðið? Hann bara geggjaður. Hann er toppleikmaður og gerir liðið okkar betra. Dróa hann í seinni hálfleik, hann er í lítilli leikaæfingu og það hefur áhrif á liðið. Þegar svona góður leikmaður kemur inn þá lyftir hann öllu upp og svo samanskapið þegar að dróa honum þá svolítið dróa liðinu. En ég ber miklar vonir til þess að hann muni styrkja okkur, hann gerir það. Svo bara vonandi verður hann fit to fight á þriðjudaginn í næsta leik. Einmitt. Þegar gestirnir komast yfir, þá fannst mér svona eins og þið duttu svolítið niður, sóknirnar hægar sóknir voru ekki líklegir til að jafna fannst mér. Nei. Já, hann er bara búið að berja á okkur og í undanförnum leikjum hafa úrslitin ekki fallið með okkur. Sumir leikir þar sem hitliðið bara einfaldlega verið miklu betra, svo leikir þar sem eins og leikur á móti Selfoss sem bara algjörlega í okkar hendi. Þangað til við gefum þau mark. Þetta dregur úr mönnum til lengri tíma að tapa leikjum, þetta er vont fyrir trúna og allt það, þetta er mjög vont. Þannig ég get svo sem fallist á það en á sama tíma líka þá bara þurfum við að gera nokkrar breytingar og við missum Adam fyrirlega meiddan af velli og við þurfum að gera kannski svona óþægilega breytingar. Ég á engan annan framherja en Adam, þannig að þegar hann dettur út þá erum við framherjalausir sem er ansi vont í fótbolta. Einmitt, svolítið þunnur bekkurinn svona fram á við. Vorum með einhver 15 ára strák sem kom inn á? Já, við erum með mjög efnilega stráka, enginn það með framherji. Þetta er allt miðjumenn og vont að vera að taka unga stráka í svona hörkuleik og setja úr stöðu. En það er bara veruleikinn og við þurfum bara að reyna að leysa það sem við getum. Ok. Svona að lokum, þá vonandi fáið þið að spila afganginn ykkar heimaleikjum í Grindavík. Já. Ég veit þið eru orðnir síþreyttir á pólitíkinni í kringum þetta, ég hef heyrt það. Já, við okkur líður vel hérna og úrslitið sýnir það ekki, þá er þetta náttúrulega bara okkar völlur og við viljum spila hér og meðan að loftgæði og jarðvarmi og þetta er ekki að trufla okkur, þannig að við viljum bara vera hér og við erum bara bjartsýnir á að svo verði. Einmitt. Bara takk kærlega fyrir viðtalið. Takk sömuleiðis.